Hérna erum við Önnu Rakel Pétursdóttir, á von og hlægi, hún var að skora 2 mörk í sigri á Val í dag og Sandra María, hún klúraði nokkur færum með setti 1. Stelpur, þetta var ótrúlega auðveldur sigur í raun og veru. Aldrei auðveldur sigur en mjög mikilvægur og mér fannst hann bara sanngjarn. Við áttum leikinn frá fyrstu mínútu og það skilaði þessum sigri í dag. En 4-0 sigur, hann segir gefur eiginlega ekki rétt að mynda gangi leiksins. Þeir hefðu getað sett 2-3 viðbót. Já, við hefum klárlega getað sett fleiri. Við vorum í sókn allan leikinn og klárlega getað sett 2-3 viðbót en við komum 4 inn og það er fínt. Var þetta uppleggið? Já, algjörlega. Við ætlum bara að koma og brjála til leiks og sína að við vorum ekki við sjálfar hérna í fyrir leiknum mótið þeim. Anna Rakel, ég verði að spyrja út í fyrsta markið. Þú áttir ekkert von á þessu? Nei, ég bara... Þetta átti nú bara að vera... Nei, þetta átti alltaf að vera mark eða ekki? Jú, algjörlega. Það var bara mjög vel gert hjá henni. En fannst ykkur leikurinn spilast eins og þið áttu von á? Já, við vorum alveg búin að ákveða, við ætlum að vera bara miklu... Þetta er leikurinn sem við vorum búin að bíða eftir alveg frá því fyrir umferðinni og maður gæti ekki hægt að hugsa með þennan raskell sem við fengum fyrir sunnan. Það var ekkert annað í boði en að mæta bara 100% í dag og við sýndum við það að við erum topplið og við getum sigraði bara sanngjarnlega 4-0 eins og við gerðum núna. Og þið mættu algjörlega tilbúna? Já. Og næsti leikur það er bara útileikur þá á móti Selfoss. Þið megi ekki fagna á lengi? Nei, það má aldrei fagna á lengi og maður þarf alltaf að passa að gíra sig niður aftur og hugsa næsta leik, hann er alltaf sem skiptir máli, hann næsti leikur. Þannig að við erum núna bara að gera okkur klárar líkamlega andlega fyrir þann leik. Stelpur, gangið vel. Takk. Takk fyrir.